á síðasta degi þessa árs, gamlársdegi, frá Hofsóskirkju. Við skulum hefja þessa stund á að helga okkur Kristi og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Ég les nú bæn. Drottinn minn og Guð minn, kenndu mér að lifa eftir þínum vilja, því að þú ert minn Guð. Láttu þinn góða anda leiða mig réttan veg. Amen. Lexía dagsins úr 90. Davíðssálmi og hljóðar svo. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns, áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til. Frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær. Þegar hann er liðinn, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen. Og ég les nú upp úr Lúkasar guðspjalli. Þá sagði Jesús þeim þessa dæmisögu. Maður nokkur átti fíkjutré, gróðursett í víngarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Hann sagði þá við víngarðsmanninn: Í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví að það vera engum til gagns. En hann svaraði honum: Herra, lát það standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan, annars skaltu höggva það upp. Þannig hljóðar heilagt guðspjall, lof sé þér Kristur.
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Síðasti dagur ársins runnin upp, gamlársdagur. Nýtt ár heilsar bráðlega og með því koma ný tækifæri og vonandi margir sigrar líka. Við áramót verður alltaf visst uppgjör. Það svo sem margt sem hvetur til þessa uppgjörs í kringum okkur. Góður partur af gamlársdegi fer ég sýna annála þar sem árið rifjað upp. Það farið yfir það sem miður fór í samfélaginu og einnig það sem gott Þá fer hugurinn ósjálfrátt að reika og byrjaðir í janúar og farið yfir allt árið. Árið búið að reynast okkur erfitt á svo margan hátt. Tilfinningaríkt, mikil óvissa, miklar áskoranir. En ekki megum við þó gleyma í allri yfirferð okkar að margt gott hefur einnig gerst á þessu ári. Það ber að þakka fyrir allt það góða í lífi okkar. Setningin sem við höfum öll heyrt svo oft, fordæmalausir tímar, eitthvað sem nær vel utan atburði ársins. En nú horfum við vongóð til nýja ársins 2021 með von og bjartsýni í hjarta. Ég fyllist alltaf mikilli bjartsýni fyrir nýju ári. Árið óskrifað blað. Það okkar að fylla í kaflana í bókinni. Sumt verður óhemju skemmtilegt, annað jafnvel mjög erfitt. En árið óskrifað blað. Hverju viljum við breyta? Hvaða markmiðum viljum við ná? Nýtt ár nefnilega eiginlega eins og nýtt tækifæri. Áramót við sterklega minnt á þetta sem við öll þurfum að horfast í augu við, að tíminn líður og það sem að baki kemur ekki aftur. En þó að það sé svo, þá getum við ávallt lært af því sem liðið reynt að laga það sem aflaga fór og glaðst yfir því sem vel gekk. Í Guðspjalli dagsins segir Jesús sögu fíkjutré sem hætt að bera ávöxt. Víngarseigandinn vill höggva, en þjónn hans, víngarsmaðurinn, biður hann að leyfa því að standa þetta ár. Gefa því meiri tíma, reyna nýja aðferð, hafa bjartsýni að leiðarljósi og trúa því að eitthvað gott gerist, að tréð beri ávöxt. Ég held að allir upplifi sig stundum eins og fíkjutréð. Upplifum að við séum ekki að standa okkur. Við erum ekki að vaxa, stöðnuð og svo framvegis. En eins held ég við séum líka oft í sporum víngarseigandans sem var að gefast upp á trénu. Við getum verið harðir dómarar við okkur sjálf, getum verið óþolinmóð og þegar hlutirnir ganga ekki nógu vel fyrir sig, þá getum við verið óvægin. Við gefum okkur ekki nógu mikið svigrúm og tökum of mikið af okkur. En í sögunni eins og Guð segi, þetta allt í lagi. Það annað tækifæri, 1 ár í viðbót. Guð trúir á manninn, því skulum við ekki gleyma. Guð trúir á þig og Guð trúir á mig. Þannig gott að kveðja gamla árið og fagna því nýja. Mæta nýjum tækifærum af bjartsýni og gleði í trú á miskunn Guðs. Við líkt og fíkjutréð. Við þurfum aðhlynningu og næringu, elsku og kærleika, svo við fáum dafnað og borið góðan ávöxt og getum því horft vonglöð fram á veginn. Ég held að það besta sem við getum gert að reyna að vera sönn í öllu því sem við gerum. Þora að segja hvað við stöndum fyrir og fara okkar eigin leið. Finna karakterinn okkar, finna kjarnan. Hætta að einblína á kosti okkar og galla, bara vera við.
Ég var að tala við 10 ára frænda minn daginn. Hann spurði mig hvað ég var að gera og ég sagðist vera að gera hugleiðingu fyrir gamlársmessu. Ég spurði hann hvað hann hefði að segja árið sem væri að líða og eins hvernig honum litist á nýja árið. Hann svaraði: Þetta ár búið að vera skrítið en við komumst í gegnum þetta. Og ég held að nýja árið verði fullt af gleði. COVID mun fara. Og tilvitnun lýkur. Þetta vonarstef svo fallegt. Vonin svo öflug og við þurfum að passa okkur að missa hana aldrei. Von bæn hjartans, þrá sálarinnar og ósk hugans sem getur ræst. Sérhver einstaklingur þarf að vekja og þekkja von sína. Nýtt ár og vonandi miklar breytingar. Alveg í vissum að við hlökkum öll til að geta faðmað aftur. Njóta samverustunda með okkar fólki og vinum. Njóta þess að hitta fólk. Þetta ár hefur heldur betur minnt okkur á hvað samverustundir eru dýrmætar. Ekki bara að taka upp símann og senda skilaboð, heldur að geta faðmað fólk, tekið í hönd þess, farið í heimsókn og spjallað. Já, farið í heimsókn, ekki hringt. Nærvera skiptir svo miklu máli. Manneskjan félagsvera sem dafnar í samskiptum við aðra. Áramót fer vel á því að við biðjum hvert öðru blessunar Guðs. Þegar við kveðjum hvert annað með orðunum bless eða vertu blessaður eða blessuð, felst í því ósk að allt fari vel. Gleymum því aldrei að framkoma okkar og hugsanir hafa áhrif á heiminn. Þú hefur áhrif. Gleðilegt nýtt ár, megi vonin og bjartsýnin ávallt fylgja okkur. Amen. Þá ætla ég að fara með bænir. Við biðjum þig, góði Guð, að blessa okkur. Vak yfir öllum sem forystu hafa í málum okkar þjóðar. Við biðjum þig fyrir öllum sem horfa með áhyggjum fram á þennan dag. Þeim sem þurfa að taka afdrifaríkar ákvarðanir, þeim sem líkna, hjúkra og lækna. Við biðjum fyrir heiminum. Guð, lát okkur á þessum degi vera samverkafólk þitt og ráðsmenn. Góði Guð, við þökkum fyrir allar góðar gjafir lífsins og biðjum þig að hjálpa okkur að fara vel með þær. Við lofum þig, Guð, fyrir fegur þessarar jarðar, fyrir morgunin, sólina og skugga kvöldsins. Við þökkum þér, Guð, fyrir einfalda þætti lífsins, fyrir brauð og jörð, vinda og vötn og fyrir fólkið sem ber birtu af þér. Við þökkum fyrir tónlistina og við þökkum fyrir þögnina, fyrir önn og hvíld og fyrir friðinn sem kemur frá þér. Opna hjörtu okkar svo að við fáum notið sköpunar þinnar og auðgað hug og hjarta. Drottinn, við þökkum þér fyrir smáatriðin sem við gleymum svo oft. Þökkum þér brosið sem mætir okkur í dag. Þökkum fyrir vingjarnleg orð. Við þökkum fyrir lífið sem okkur gefið. Lifandi Guð, við þökkum þér að þú ert alltaf með okkur, bæði á tímum gleði og hamingju, en sérstaklega þegar við þurfum á þér að halda. Þegar við erum áhyggjufull, sorgmædd, veik og þegar við vitum ekki hvað bjátar á, þá ertu nærri. Við biðjum fyrir öllum þeim sem eru áhyggjufull, stríða við sjúkdóma, eru einangruð,
öllum sem þurfa á návist þinni og kærleika að halda. Hjálpa okkur Guð að vera lærisveina þínir og hafa kærleikan ofar öllu í samskiptum okkar og lífi. Góði Guð, blessa okkur nýja árið, gefa það verði heillaríkt og gott. Amen. Allar bænir okkar felum við í bæninni sem Drottinn kenndi og segjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Guð gef okkur öllum góðan og blessaðan dag og gleðilegt nýtt ár. Verið sæl.